Blessaður og sæll og blessuð og sæll og verið velkomin. Takk fyrir það, kallinn minn. Takk. Herðu, það mikill heiður að fá því hérna, Jón. Það verð ég að segja. Mikill heiður að fá að vera hérna, kallinn minn, hjá þér. Já, og fyrir þá sem ekki vita, sem eru auðvitað flestir, það ert þú svona maður sem gekkst mér svolítið í svona föðurmynd, ef svo má kalla. Þannig að skemmtilegt að hafa þig í sætinu. Herru, þið voru búin að gefa mig leyfa að reykja sígarettur, þannig ég ætla að fá aðeins að menga onni ykkur hérna. En Jón Adolf, hann mikill listamaður og síðan rekkjónauturinn hans hérna, sem ég ætla að leyfa að kynna sér sjálfa. Og þú ert? Jóhanna Kristín heiti ég, Hauksdóttir. Og þú gerir hvað? Ég kennari. Já. Og hvað kennur þú? Herðu, bara hvað kenn ég ekki? Ja, bara... Já, ég almenni kennari að mennt, en ég smíðakennari til 20 ára og var að breyta yfir úr smíði í bóklegt, íslensku. Ok, þar höfum við og var að flytja í Kópavoginn að kenna, sko. Næs, það best að búa í Kópavogi. Já, svo hefur maður. Það gott að búa í Kópavogi eins og Gunnar segði alltaf. Já. Það mikið. En Jón mikill útskurðarmeistari, það mikill listamaður og... Já, myndhöggvari. Myndhöggvari? Já. Kallast það? Já. Ok, ég ekki nógu mikill listamaður til að þekka þessi hitti. Þetta allt sami grauturinn, sko. Ekki. Komin aðeins til snobbið, þetta þarf að hitta það rétt núna. Já, þetta svona, þú hækkar aðeins level, sko, ef þú kallaði myndhöggvara eða tréskurðarmann eða tréskurðarmeistari eða hvað. Senst þú fór betur borgað ef það myndhöggvari? Ég get sett meiri pening á verkin. Ég skil til. Eða handismadur eða tréskurðarmaður, það svona ekki alveg nóg gott, sko. Þú varst alltaf með listasýningar í Perlunni hvert sumar. Það voru nokkuð sumar alveg, eða ekki? Já, það voru allavega ég bara búin að gleyma þessu en pottþétt 4 sumur eða 5. Já. Þarf nú að vera helviti fær til að fá það, til að vera þarna með Perlunni að halda sýningar. Jú, ég fekk líka góða með mér og ég haf nú til að sína með mér hana, sko. Já. Og þar, svo við förum bara beint í það, ef þú viljið skoða verkin hans Jóns, hvar getum við nálgast það á netinu? Það bara annarkort á Facebook, Jón Adolf Steinolfsson, eða jónadolf.com, sem að þarnast reyndar uppfæslu. En hún virk, sko, svo Instagram og þá það bara undir mínu nafni. Já, ég man ávast mjög frumlegur allavega miðað við mörg verk síðan sá og áttur eitt verki sem ég man eftir sem ég fannst mjög skemmtilegt, þá gerður laptoptölu og hann svona að koma úr skjánum, einhver mannvera þarna að tróða sér úr skjánum á laptoptöluna, allt úr við. Það passar. Mjög skemmtilegt verkefni. Já, þetta svona, ég veit það ekki, mér minnir að ég hafi, sko, hugmyndin af, ég var nýbúin að kaupa mér fyrstu fartöluna þá. Okay. Og og veit ekki hvað að segja með það, sko, en ég hlustaði svolítið á Pink Floyd. Já. Og einmitt í myndinni Pink Floyd að þá akkurat þarna í einu laginu, þar kemur eitthvað út úr veggnum. Svona alveg á flegi ferð, sko. Okay. Svona andlit, sko. Já. Og það nú svona svolítið pælingin á bakvið þetta eða svona að hluta til bakvið það verk. Ok. Og reyndar að því að með mig að ég hef oft, sko, hafði gaman af því á þessum tíma líka að fara á kaffihús og hlusta á fólk. Og þegar var að tala um tölvur og vírusa og eitthvað svona dót, að þá gæti ég séð það í mynd. Já. Og ég setti það yfir í það sem ég var búinn að vera að læra að skera út. Já. Og þessi hefðbundni gamli útskurður heillaði mig aldrei neitt. Nei. Sérstaklega, það bara að læra tæknina. En ég vildi alltaf fara að gera eitthvað öðru sinna aðrir. Já. Þannig koma tölvundar og reyndar síðan gerði ég gítara. Já, hvað ár var þetta með tölvuna? Ef ég man rétt að minni með þessi 2006 eitthvað. Já, ok. Sem að fyrsta kemur fram þar, sko.
Já. Nei, fyrirgeðu, þetta er Var þetta eldra. ekki- Var þetta ekki fyrr? Jú, ég er bara að ruggla inn að steppa, sko. Þetta var fyrir 2000, því að ég gerði akkurat eina tölvu svona sem ég kalla Mr. B, eða sérst bug. Það var að því allir heldur það að tölvukerfi myndi hrynja árið 2000. Og þá gerði ég akkurat eina svona fígúru það var aðeins meira heldur en þessi fyrsta sem að þú sást fartalan, sko. Þá var ég fann að bæta höndum í þetta og svona stórum puttum yktum og einmitt einn, hann er að pressa á enter, sko. Á tölvunni? Á tölvunni, sko, fyrir 2000. Ok. Og það er skemmtilega við að þessa tölvu keypti þýskur kaupsýslumaður, hann sá þetta á Hótel Sögu, af því að hann hét eitthvað herra B og ég skýrði hann alltaf bara Mr. B. Já, ok. En það vissi aldrei hvað stóð bak við það, sko. Mr. Bug. Það var máli, sko. Já, ok. Já, þú gerir líka GSM-síma, var það ekki, sem var að hringja úr sjálfu sér eitthvað? Jú, eða sem sagt svona þetta var bara, ég veit ekki, þú veist, þá voru gemsarnir nýbyrjaðir þannig séð og allir voru með þetta og þá, eins og með allt annað, þá næ ég að sjá myndir, sko. Já. Bara poppa upp í hausinn á mér. Já. Og þaðan kom hann, sko, að gera grína þessu dóti, sko. Talandi um það, ég las þetta nú einhvers staðar að það væri til 2 tegundir af hugsunarhætti. Það væri þessi sjálfgjafi listrænu hugsunarháttur sem einmitt þú getur myndrænt bara búið til kvikmynd í hausnum að þér og séð hana einhvern veginn og síðan væri hugsað í stafrænu formi. Ég þekki það ekki. Nei, ég þekki það ekki heldur, sko. Nei, en það víst, flestir gera það víst samkvæmt þessu rannsóknum, hugsað í stafrænu formi. Ok. En síðan þessi fáu prósent sem hugsaði í myndrænu formi og það oftast listamanna hugsunarhátturinn flokkað undir. Já, auðvitað þróar þetta gegnum tíman, sko. Já. Þegar þú byrjar, þannig að það byrjar á einhverju einföldu og svo hægt og rólega eftir því sem þú fer dýbra inn í þetta, þá held ég að þá kemur þetta, sko, þá fyrir að sjá í þrívít, sko, og annað öðru, já. Svoleiðis. En þetta ekki eitthvað sem við erum öll með þessum börn? Við gátum öll einhvern veginn verið með einhverja fígúru, skapa hennan heim í kringu það. Nákvæmlega. Og síðan elsta ammanni. Það er þessi minnsleikur. Minns gerir þetta og þins þetta. Já. En svo þetta brotið nýður oft í skólum, sko. Svo þetta allt sett í sama formið, allir að læra sama. Þeir skellt í skóla og þá það bara þá allir sitta kyrrir. Já. Eins og The Wall. Ég var ekki mikið í skóla þegar ég var lítill og ég hugsa ennþá í svona myndrænum formi, það ekki þá bara merki óþroska eða? Nei, ég myndi eiginlega að segja að það væri bara þroski. Já, það ekki. Jó. Mér finnst það mjög skemmtilega, þá get ég bara, eins og ég fer að sofa og býja bara til mínu eigin kvikmyndir og hugsa það. Og mín eigin scenaríal, þetta ég alltaf aðalhetjan í öllu og gera og græja og redda öllu, sko. Nema þessi vondu skapið, þá ég væntanlega Sith Lord með eitthvað geislasverð og ég að höggva allt í klessu. Þannig að það er mjög skemmtilegt að geta að hugsa svona. Já, ég veit að líka að þú hefur þetta svolítið í þér, þetta náttúrulega í ættinni, sko. Þetta í ættinni. Já. Það ætla að segja, nei, ég segja það ekki. En talandi um ættina, Jón, það er nú margt að gerist í þjóðfélaginu sem kannski tengist nú ekki ættinni, en hvað finnst þér þjóðfélagið þessa dagana? Nú ert þú búinn að sjá Tímana tvenna og hvað hefur að segja þetta? Erum við öll að fara til fjandans? Nei, raunur ekki. Ég held að það sé bara allt og mikið af allt og mikið upplýsinga, eða hvernig getur maður sagt það? Það er svo mikið flæði af alls konar miðlum í gangi og mér finnst eiginlega bara sorglegt að það er voða mikið alið á neikvæðni. Já. Endalaust dundrað inn, skilur, sko, við horfum ekki á fréttir, sko. Nei. Sjónvarpið eitt svona og nema bara bíómyndir. En þetta er bara, það er valla, sko, fréttatími og spáir í að það er kannski ein góð frétt í lokin. Já.
Það er svo mín tilfinning er svo að það sé vera að halda mönnum niðri, sko. Já. Sýnst bara í ótta. Þú veist, þetta getur gerst, þetta var að gerast. Auðvitað er fullt af slæmum hlutum að gerast út allt og hér líka. Og en sýnst, það er líka fullt af góðum hlutum sem aldrei er minnst á. Nei. Því miður. Nei. Og ég held að sé bara, þú veist, heimurinn er búin að vera ansi slæmur mjög lengi. Eiginlega bara frá upphafi. Já. Hvenær sem það var og en við náttúrulega bara fáum aldrei við náttúrulega vissum ekkert af þessu, sko. Nei. Upplýsingaflæðið er allt of mikið. Já. Sko, nú kemur það inn á það að þetta er svolítið mannlegt eðli. Við sækjum svolítið í það sem er neikvætt. Já. Það er bara staðreynd. Já. Og veltum okkur svolítið upp úr því. Og við erum, sko, annars væri ekki öll þessi námskeið til að fara að hugsa jákvætt. Já. Það virðist vera bara mannskepnan. Hún virðist bara vera á neikvæðan staðnum og við þurfum að hafa okkur til að vera í jákvæðna ljósinu, sko. Já. Og ég held að fréttamiðlar keyri inn á þetta því að þetta er auðvitað að reyna að hneyksla okkur því meira sem þú hneykslast því meira líkur er að þú sérir þessari frétta á Facebook og verður brjálaður og þegar þú ert brjálaður þá þarftu að börsta út bara hei, sjáu þið þetta hérna í staðin fyrir jákvæð, þá líður þið bara vel og þá þarftu ekki að séra því með neinum þú finnur ekki þessa tilhneigingu til þess. Nei, nákvæmlega. Og ég held að fréttamiðlar keyri svolítið inn á þetta sem eru auðvitað bara rosalega óábyrgt að þeim af því að þeir eru svolítið eins og þú segir sjálfur að menga samfélag okkar með neikvæðni að vera að brjóta niður, sko. Og þú veist, þetta lendir síðan á börnunum okkar. Gerir það. Þú veist, smitar út allt. Já. Ég meina, það fullorðið maður sem ég hitti fyrir löngu síðan, hann sagði jákvæðfréttir eru ekki fréttir. Þú veist, hann líka alinn upp skilurðu, kynslóðin á undan okkur foreldrar, ömmur og afar þú veist, þetta hefur alltaf verið haldið niðri einhvern veginn svona þjóðinni, sko, allt svo erfitt. Já. Peningarnir vaks ekki á trjánum. Nei. Og þetta er svo mikið bull og rugl, sko. Já. Það er nóg til fyrir alla. Já. Í heiminum. En við erum svolítið ábyrg fyrir þessu líka. Algjörlega. Það er sko, það mælist á klikkum þegar við klikkum á fréttina. Já, já. Og sérðu hvað eru margir búin að íta á þessa frétt. Og það sést bara á fréttamöllum að ef það er neikvætt, þá er það alveg mörg 10.000 sem íta þá frétt. En ef það er jákvæð frétt, þá er það bara kannski 1000 eða eitthvað. Það er, nennum ekki að skoða það. Og þetta er mjög sérstakt. Þetta er það, ég skil ekki. Ég var einhvern veginn í viðtali í vikunni, minni mig, út af einhverju listadóti og ég spurði mitt þann sem tók viðtali, sko, hvernig stendur á þessu? Af hverju seti ekki eitthvað svona skemmtilegt og jákvætt á forsíðuna? Nú það bara því miður, það bara virkar ekki. Já. Okkur er bannað að gera það, fyrsta lagi, og þá myndi ekki koma blaðið. Nei, það var bara að fyrir það á hausinn. Já. Já, þannig að þetta er svolítið, hvernig breytum við þessu? Já, Jóhanna, þú mátt alveg... Breiða út jákvæðan boðskap. Já. Það er bara þannig. Brosa fram inn í heiminn. Já, og nota bara jákvæðina, hafa hann að leiðaljósi og til dæmis eins og með fréttir, eins og ég segi, ég lesa ekki fréttir, það er ekki nema þegar eldgosi, þá vildi ég vita hvort ég kemist í vinnuna. Já. En og til dæmis í vinnunni hjá mér, þá er þannig að þegar maður kom í vinnuna, þá var alltaf að tala sáuð þið Kastljósið í gær, sáuð þið þetta í gær, nei, þú horfir náttúrulega ekki að fréttir, nei, ég þarf þess ekki, þau eru bara að segja mér þetta allt hérna. Ég bara þarf ekki að vita, ég veit þetta er að gerast, ég get ekkert gert, þannig ég kúpla múndur. Já. Ég ætla ekki, get ekki sofa á nóttin út af einhver sem eitthvað er gerast út í heimi. Bara sorry. Nei, við getum ekki gert því. Ég get ekki gert. Ég myndi vilja bjarga öllum heiminum. Það sjálfsög. En Jón, þú hefur nú samt verið duglegur í gegnum tíðuna að boða svona, að bara karakterinn. Allir sem ég þekki sem að þekkti, þeir fara allir að tala hvað þú ert æðislegum maður. Og ég get alveg vottað undir það að þú ert eitt sá besti sem ég hef kynst í þessu lífi. Og þú hefur verið duglegur að breyða svona boðskapnum bara jákvæðni og bara lýsa upp herbyggið þegar þú lappar inn í það og lýsa upp sálina í öllum. Er það eitthvað, fórst það eitthvað námskeið eða er þetta eitthvað sem þú tamdiði sjálfur? Ég veit ekki hvað þetta er, sko. Þetta kemur náttúrulega frá þó að foreldrar manns og ættingjar hafi líka verið með sína neikvæðu hliðar, sko, að þá voru margir þarna inni líka sem voru mjög ákvæðir. Og það kemur svolítið frá því og svo náttúrulega hvernig persónan er.
og hérna ég náttúrulega fór á ansi dökkan stað á sínu tíma en einhvern veginn alltaf þá vissi ég veit ekki að það væri til eitthvað meira og mér langaði, ég var alltaf forvitin hvað það sem gerir það að verkum að þessum og hinum gengur svona vel þú veist, út af hverju fær hann þetta en ekki ég og ég held að svona í kjölfar því ég hætti að drekka á sínu tíma sem eru komin rúmlega 30 og eitthvað 7 ár að þá fór ég að þræða alls konar fyrirlestra í þú veist, ég fór í alls konar svona trúarlega svefniði til að pröfa, testa fór í sálarrannsóknarskólann og að því ég var svo forvitin svo datt inn í hendurnar á mér ég man ekki hvenær var svona ein bók einhverja jákvæða speki jákvæða heimspeki og þá einhvern veginn svona fór ég að sjá þetta hversu rosalega þetta allt saman auðvelt þú veist, ég veit bara ekki hvernig þetta gerðist þetta er svolítið langu tími sem þetta fór að koma en ég fór að sjá það að hver það sem stjórnar því að segja það að þetta gengur ekki upp það ekki þú eða einhver Jón út í bæ það ég sjálfur og í dag gengi ég svolítið á þessu þú veist, ég get fengið allt sem ég vill í lífinu ég hef fengið það sko þetta var nú samt svolítið hólfað í þig áður en þú hættir að drekka það eins og móðir mín hún einn mesti harðjaxl sem Ísland hefur gefið að sér það er konan sem þú ruglar ekkert í og fekk nú viðurnefni á sínum tíma Grippan og Grensás af harðasta svona liði Íslands svona Lalla Jones og þessu liði sko þannig að þeir voru skítræddu við hana og það má geta staðað að Jón Trausti Lúþursson sem nú frægur bækari á Íslandi ég hitti hann og hann sagði mamma þín nú eina konan sem ég hef verið virkilega hræddur við í lífinu þannig að það kannski gefur smá augsýn á hvernig móðir mín sko og hún var Grippan og Grensás þegar það var partí á pappa og þá hent hún öllum út en hún hefur sagði það þú varst eini maður eins og fækst að gista þarna því hann líkaði svo vel við það var allir aðrir þurft að fara út en Jón mátti gista á sófanu svo þetta hefur nú verið komið í því áður en þú hættir að drekka Jú, pottjett sko þú veist þetta allir maður sé ekki bara fættu með þetta einhvern veginn ég veit ekki hvað það sko en svo náttúrulega bara þróa maður þetta með sér sko í gegnum árin og náttúrulega eftir sem maður verið eldri og læri meira og síðan hef ég haft það að leiðarljósi þegar ég að kenna eins og því ég að kenna útskurði eða slíkt skilur og ég hef reynda verið með að kenna svona ákveðnum hópum í þjóðfélaginu sem að ekki hafa verið þú veist sem að hafa átt svolítið erfitt og þá ég stanslaust að hamra á þessu í ákvæðinni sko. Það ekki? Jú, algjörlega og ég elska það við þurfum á fleirum Jóna að halda í þessu samfélagi það er ekki spurning sko. Ekki spurning og eins og þessari Jóhannu Kristínu hérna heimur mættur vera fullur af þeim sko. Þú þarft á henni að halda til að halda ljósinu þínu gangandi algjörlega, hún náttúrulega bjargvætturinn minn sko. Ég sá það þú tendraðir alveg upp Jón þegar þú komst inn í lífið hans alveg. En það ekki bara svolítið þannig það nú mannkynssagan segir það og ég svolítið á því að allir menn svona, sem eru stóri menn í mannkynssögunni þeir eiginlega allir með góða konu við hliðina á sér meira þess að Hitler, með Evu Braun það er bara sem kannski ekki stór maður en hann gerði hluti en hann fekk athygli hann reif Þýskaland upp úr dökkum heimi sko fyrir heimstæðardar sko en við skulum ekki tala um restina sko nei en talandi það, ég verð nú að spyrja hefur þú farið til Þýskalands? Já, nokkru sinnum og hvernig var tekið í nafnið? Er ekki Adolf ólulegt nafn í Þýskalandi? Ég held að sé bannað að skýra Adolf þarna Nei, ég hef ekkert fengið það hefur verið skotið á mann sko, svona öðru hvoru í gríni sko Hitler, Adolf ok eitthvað en svona ekkit það bara verið tekið vel í það? Já, ekkert mál ok Ég nota frekar Steinolfsson að vísu og kynir ekki sem Jón Adolf þar Jú, okay. fullt nafn
Já, ok. En þeir nota frekar Steinolfsson. Já, ok. Mr. Steinolfsson. Já, það er ennþá daginn í dag. Hvorki Hitler niður Adolf, hún mátt ekki skýra þetta í Þýskalandi. Já, en svo er þetta náttúrulega, já, því miður þá tók Doll þetta aðeins lengra og skemmti svolítið fyrir okkur hinnum sem eru kallaðar eða berum þetta nafn sem eru nú ansi margir endar sko. Já, hann var nú svo brjálæður að hann skemmti líka þessa tísku hérna, við þekkjum bara Hitler með skeggi hérna sko. En þetta var samt mjög algengt fyrir Hitler. Þetta var svona tísku fyrirbæri. Var þetta ekki svona neftóbaks eitthvað svo leiði sko. Þetta alveg dó eftir hann. Það er bara, þú getur ekki ennþá daginn í dag að fengið svona skegg sko, að hans að vera fyrir áreiti sko. Nei, nákvæmlega sko. Það er magnað. Nú heitir það Mottumars í dag. Mottumars? Maður hætti kannski að fá sér eitt svona fyrir næsta Mottumars. En áður fyrir var það þú ert eins og Hitler. Já. Já, þess vegna ég bara haldið með aukudoppin sko. Það er eitt að samt sem alltaf þegar ég er að tala um Hitler þá kemur alltaf upp eitt þarna í hausinn á mér, skrifa hann ekki í dagbókinu sína rétt áður en hann dó að þótt hann hefði ekki unnið stríðið þá skiptir það ekki máli að því að mannkyninu mun alltaf muna nafnið hans eftir komandi tíma. Það var það sem hann með í síðasta sem hann skrifaði, víst. Já, ég held að eitthvað á þá leið, sko. Já, ég man þetta ekki en þetta er alveg pottið, sko. Spáði að vera svona ruglaðir. Þetta var alveg rétt hjá hann. Já, grimmu, gaur. Það er bara, en þetta, er ég að bulla þetta við það? Ertu að fletta þessu upp? Ég gæti verið að tala raskatan á mér. En síðan eru, og talandi um það, mannkynni nú svo beiglað að það eru til bjánar sem labba inn eins og hann labbaði inn á hárgreiðslustofu í Bandaríkjunum, skaut allir til bana þar. Já. Þegar maður spurður okkur gerur þetta, þá var það því að hann vildi að mannkynni myndi muna eftir sér. Nákvæmlega. Og ef hann hefði ekki gert þetta, þá myndi mannkynni ekki muna eftir honum. Vissi enginn hver hann væri. Spáði að vera svona sturlaði. Þess vegna fannst mér það æðislega gott. Mér minnir að það hafi verið Nýja-Sjálandi, þar sem að einhver fjöldamóningi eða einhver gaur fór og skaut fullt af liði. Já. Og þeir, það veit ekki hvað hann heitir. Alveg rétt, já. Það er þetta frábært. Það var bara tekið, ég man ekki alveg nákvæmlega fréttina. Það var ekkert skrifað um hann. Já, það var ekkert skrifað um hann, þetta var bara sorglegt og hérna... Það er neikvæð athygli betur en enginn, eins og veist. Það ætti samt að vera einhvern veginn bara óskrifur reglulega á fjölmiðlum að þegar svona gerist, skrifa um fórnarlömbin og minnast þeirra, en ekki orð um geranda. Nei, bara algjörlega bara láta hann alveg vera. Að því að þetta lítur að hvetja svona, sem betur fyrir eru nú ekki margir svona þengjandi vona í, en þetta lítur samt að íta undir ef við sjáum svona, að því að þeir eru oft settar á svona stall. Já, þá kemur og alveg fjalla um það í viku, sko, eins og Breivik í Noregi, sko. Það er ekkert lítið sem búið að fjalla um hann mann, sko, heimildamindir og síðan er leikinmynd um hann og þetta... Því líka athygli. Mér skilst með þess að eins og Manson og í Ameríku skilur, þú veist, það er fólk... ástabrif og bara vilja fá hann giftist einhver í fangelsinu það er nú önnu geðveiki sem við skiljum ekki sko. Við sjáum nú hérna konuna hérna var ekki gerð mynd sem hétt Monster, ég man ekki hvað hún heitir, hún var nú fjöldamorðingi þarna, til dæmis hún en það var engi kallmenn hérna sendandi henni ástabrif í runum sko og oftast þegar konur eru búin að drepa nokkra og eru við kallmenni bara en núna eins og það er að gerast, en ég held að þetta er Vein, það er einn hérna sem er akkurat verið að fjallum í Bandaríkjunum núna, hann er með hakakrossin hérna á kinninni sko, tattúar hérna framann sko og kyrti 2 konur og það sko, ef þú skoða kommentakerfið þegar það kemur frétt um hann, það eru bara alla konurnar, bara Guð minn góður hvað hann er fallegur, gerði hann þetta, hann getur ekki gert þetta því hann er svo myndalegur, maður er bara, þetta er stór undirleitt, og við sjáum það líka ef þið horfum á Ted Bundy réttarhöldin þá var alveg hópur af konum inn í salnum og þegar hann lappar inn bara eins og séu rockstjarna að lappa inn í salin sko og maður einhvern veginn hugsa bara vitið ekki hvað hann var að gera við konunar og veist því miður ég fæ mikið sko mannfólk sko stundum ég skil ekki okkur menn við erum fyrirlega verður það sem við tökum upp að við erum ég fæ stundum, sko, eftir því sem ég verið eldri að þá fæ ég meira svona sko, ef ég er í eitthvað stað svona ekki alveg í
hörku stuði og svona súper jákvæðin eins og ég oftast sko, Já. og þá alveg bara en Við erum snarrugluð, sko. Það eins og ég finnst, ef ég ætti að segja að ég áhugamáli mín, þá væri það sjálfsagt, ég eldist ekki úr því að það eru tölvuleikir. Gerir nú minna því í dag samt, sko. En áhugamáli mitt bara mannfólk, að fylgjast með og lesa mannfólk, af því að við erum svo rosalega rugluð að það er ótrúlega. Þegar maður fyrir að skoða mannkins söguna, ruglið sem við hefum gert bara í gegnum tíðina, sko. þú veist, eins klikkuð og frábær sem ég getur verið sko. Já. Þú veist, það er alveg bara sikkur megin hafa sko. Bara að tilu, Já, engin millivögur. Ég fann upplýsingarnir Hitler og það var sannlega fólk að klikka. Það sem sagt bóki hans þar sem hann skrifaði í. Mein Kampf. Nei, ekki það, dagbók. Já, dagbókin. Hún fake. Nú var þetta fake. Já, það var svona maður sem ákvað að feika dagbókin hans og Hitler sjálfur hataði að skrifa. Ok. Þannig eins og Mein Kampf var skrifað öðrum en hann sagði bara hvað var áttu að vera skrifað. Þannig að hann talaði bara hvað var sagt. Já. Þannig að hann sagði aldrei. Nei, hann sagði þetta aldrei. Nei, en seins orðin hans var til einhvers flugumanns sem sagði að rússarnir vissu hvar bankur hans var og hann var hræddur myndi drepa þá með gasi þannig að hann ætlaði að enda lífið sitt. Já, ok. Og gaf hann ekki skipunum að brenna líkið að sprengja bönkari síðan af því að hann vildi ekki vera til sínis eða var það líka einhverju vitleysa? Það var minnst ekki það sem ég var að lesa. Nei, ok. Það gæti að vera úr einhverju öðrum skjölum en ekki í seinustu orðunum hans sem var skrifið. Nei, ég heyrði það eitthvað staðar að þær hefðu brent byrgið eða sprengt það í loftu af því að hann vildi ekki að hann hefði verið tekið líki af honum og sýnt það eitthvað staðar eins og þeir gerðu við Mussolini. Já, nákvæmlega. Þá hengdur það hann og konun hans, var það ekki bara á torginu, bænum, og þau voru nakin og voru bara síðan hengd upp þar dauð sko til sínis og þetta getur samt verið eitthvað vitleysa ekki meira að Ég minnir að það var kveikt í líka honum sko, samkvæmt. Ég las það líka, en það sem þú varst að segja á þann með þetta, þá hef ég líka heyrt það, en honum væri alveg trúandi til þess, þetta var akkurat hann til að segja þetta, því þannig myndi, Þetta passar akkurat í það sko. Hann sko, hann var skrifað þetta. Þú veist, eða sagt þetta eða hvað. Heiminum mun alltaf mun gera það sko. Að sjálfsögðu. Það er eitt annað með þýskarann sem ég finnst alveg magna sko, fólk veit það ekki með methamfetamín. Það eru þýskararnir sem fundu það upp og það kemur hérna með blitzkrieg sem skyndiárás. Já, þetta las ég, einmitt. Já, þá voru þeir að fara að ráðast á Frakkland að byrja aðra heimsstyrjöldina og Frakkanir, þeir einhvern veginn eru þetta raskildu Þýskaland í fyrstu heimsstyrjöldinni þannig að þeir sjá hér Þýskaland sem eru að koma nær þá við höfum svona 4-5 daga til að undirbúa okkur undir þá og þannig að ekki það mikið stress sko nema þeir föttuðu ekki á þessum tímapunkti og voru Þýskararnir búin að finna upp methamfetamín sem það til amfetamín og síðan methamfetamín sterkara heldur en venjulegt amfetamín og þeir voru með þetta í svona hálfgjörum kössum, svona ílungum kössum og voru pillur þar sko þannig að basically þá átuður þetta og síðan bara hlupuður á þess að sofa sá ekki neitt sko og það sem þeir áttu að taka 4-5 daga þeir tóku það bara á sólarhringi og voru bara mættir þannig að komu frökkunum í opna skjöldu svona og þess vegna völduður yfir Frakkland var þetta ekki 14 dagar eða eitthvað það voru búin að ná Frakkland sko. þeir bara voru bara á vökunni og voru bara út dópaðir og snarruglaðir á amfetamíni og þetta hafa aldrei sést í neinum stríðum áður sko. Ekki svona Spurning hvaðan þetta hvernig það lært á þetta sko. Þetta bara efni djöfulsins það bara ef þetta djöfull þá verður hann stíið niður og að gera svo vel en ég gefum mín til ykkar með það síðan verður þetta bara snarruglaðir og mér finnst sko það ofta á netinu þá sérðu sko áhrif stríðsins og þá eru svona frá þessum tíma þá sérðu mann og síðan 2 árið setna mynda á honum og þá hann illa farinn og það alltaf svona fyrir stríð með þig. Það bara, nei, þessi maður var á amfetamín í 2 ár. Þess vegna lítur hann svona út. Það ekki bara stríði. Jú, það þetta sjokkfaktorinn en að vera á amfetamín og vakat í 2 ár. Þú verður hræðilegur, þú eldist mjög hratt þannig. Eldist enginn svoleið, sko, lengi. Nei, það
þannig að maður sá bara, já, mann faraði stríðu, sem sástu bara mann sem lítur út eins og fíkil koma úr stríðinu. Það er bara orðið dópisti. Já, og síðan var hann nú alveg keksruglaður á þessu amfetamíni alla tíman. Hann var á sterum og... Já, Hitler. Já. Hann var á sterum alla tíman. Síðan var eitthvað annað, hvort það voru nauta hormónur eitthvað annað en sterar. Ég fór ekki að fara með hvað það var. Nei. Síðan var hann á amfetamíni. Hafið séð vídeo þegar hann á Ólympíuleikunum? Nei, kannski á hans að muna ég sá einhvern tímann eitthvað sko. Þið vitið að Ólympíuleikur voru haldin í Þýskalandi. Já, 1938. Já, og það eru til vídeo þar. Það sem hann heldur á byssunni og einhvern veginn með hann í klófinu eins og hann sé að klóra sér í klófinu með lúkarunum sínum og síðan hann alveg hérna á fullu sko, hann er svo spýtaður sko, hann að horfa á þetta og þá hann bara svona sko, hann getur ekki sitt í kjur sko, þetta er rosalegt vídeo sko. Það mæli með að ef þið hefði ekki séð þetta og bara viljið sjá Hitler á amfetamíni þá kíkið á þetta. Það er ekki náttúrulega fyrir að maðurinn hafi verið bilaður. Ég meina, ef hann að sprauta sig með amfetamíni í mörg ár, skilur, ég held að það breytir hverjum sem í... Já, amfetamíni og ef hann er að borða stera. Já, og stera honni eða... Þú getur ímyndað þér. Hvenær þarf hann að sofa? Aldrei? Já, kom nú þannig að síðan tók hann svefnin, sko, og þá mátti ekki óna hann. Og þetta var hlutað því, sko, að þeir réðust þarna, man ekki hvort það hefði verið dítið, þetta var eitthvað stór árás og herinn fekk ekki neina skipanina því að þarna var hann búinn að reka alla helstu herforingjana sína og titla sig sem yfirmann hersins og það mátti ekki gera neitt nema að tala við Hitler en síðan var hann sofandi inn í herbygginu sínu og það þorði ekki hann að vekja þannig að herinn þurfti bara að bíða heil lengi meðan að Bandaríkjamenn og Bretar og Kanada bara völtuð inn og langt inn fyrir línuna og enginn með skipanina því að það þorði enginn að banka upp á hurðina hjá Hitleri, já því að hann var sofandi. Það er ekkert grín út búin að vera vakandi í viku og vera, veist, já, vakinn síðan þegar loksins sofnar, ég held að eins vel á þetta hefnaðist hjá hann með byrjun skilur og þá fór þetta náttúrulega allt í landskotans í lokin sko, því að hann náttúrulega handlaði greinilega ekki þetta. Heldur það að verðum talandi þýsku núna að hann ekki verið á amfetamíni? Gæti verið. Það getur verið, það er Aktung. Já, ætluðum værum betur sett? Ég veit það ekki. Já, þá hefur við náttúrulega aldrei vita hérna söguna sko. Eða þessa. Þannig að það er spurning. Það væri gaman eða það væri svona annar heimur. Svona alternative universe eins og að kallast á góður íslensku. Og Hitler hefði unnið að fá að kíkja bara inn. Sjá hvernig heimurum væri. Já. Það er spurning hvað ég væri þá. Já. Ég veit það ekki. Það getur vel að vera betri en ég vil einhvern veginn ekki trúa því með að hvernig það var, ég veit það ekki. Ég get alveg vel ímyndað mér ef ykkur eru að hlusta á hann á þátt að það sé að orðið alveg brjála. Það er ykkur þarna sem er að fara að sjóða á núna. Hvað minnið er betri heimur? Já, við vitum ekkert. Við vitum ekkert. Við erum að giska auðvitað. Við erum að giska. Hvernig var það eins og með Rómverja? Skilju, þeir voru allsráðandi í 200 ár. Já. Og það hélst, sko, samkvæmt sögunni friður í einhvern góðan tíma á þessu tímabili. Slátru öllu villimennunum. Já. Pax Romana sem er 100 ára friðurinn sem við toplar að tala um. En Rómverjar voru samt upp í tæknilegsið í 2000 ár en þeir héldu samt ekki öllu veldi í það langa tíma. Já, ok. Já, það er og sko eins og gerist í Kína. Kína var, ég man ekki það getur þú flett upp hvað Kína var mörg fylki áður en að þetta sjá það eitthvað staðar Sagði á Kína er dóldi stór það er eins og Three Kingdoms áður en hann kom og réðist á allt og saminaði allt keisarinn, það var einn keisari vist sem gerði það en sko við sjáum það með Kína að Kína eins og Kína er risastórt. Ég held að fólk átti sig ekki á því landsvæði sem Kína er oft. Þetta er huge. Stórt, já. Og sjösvæði 260 fyrir Krist. Já, ok. Var það ekki fleiri en þetta? Ég meina, það er mjög misjafnt, sko. Það fer bara eftir sögunni. Já. Allavega, sko, þau eru alltaf þessi fylgi í Kína, stanslausu stríðuðu hvern annan. Og það eru rosalega sögur hvað þeir eru að gera þarna. Þeir eru til að skelfa næsta þá fara þér inn og
að ráðast kannski á eitthvað þorp í næsta fylki og síðan faraði með þorpsbúana á torgið og eru síðan með risa pott, hita vatn og eru síðan að dýfa þorpsbúana onni sjóða og lifandi bara til að þetta er alls konar svona sögur þarna hryllilega frá Kína. En síðan kemur einn þarna og fer í stríð við alla og næra sölsa allt undir sig og þá, eftir það, var þetta superríki. Þannig að maður veit ekki, kannski, þú veist, auðvitað á þeim tíma hefur verið litið á mannin sem hryllir bara hvað þessi maður að gera og veist, þú getur ímyndað í svona stríðs að ráðast á móti svona fólki sem gerir þetta að sjóða fólk lifandi, þá þarftu að vera rosa brútal. Það er bara að segja sér sjálft. Og þannig að hann hefur verið bara Hitler síns tíma í Asíu þarna bara hvað er að hann er að rústa öllu þarna en síðan sölsar hann öllu undir sig, samennur það og breytir þessu súperíki og það er friður og þau Ég held að sé voða mikið svona einræðisherra sem að hafa orðið eða keisara, hvað sem þetta er nú alltaf hann heitir, að þeir hafa þurft að gangi í gegnum og gjörsamlega murkað út heilu borgirnar, þorpin og á mjög slæman hátt til þess að geta náð þessu og þá hefur oft komið tímabil í smá frið. Já, svipað tímabil og við erum að ganga núna. Ég held að mannkyni hafa aldrei upplegað jafn lengi svona, við erum með stríð í Úkraínu, en það er eiginlega bara prump með það sem áður hefur verið. Já, algjörlega sko. Og við höfum aldrei verið í svona miklu friðaferli eins og núna. Eins og, veist, kynslóðin mín, við þekkjum ekki svona ofurhungur, ofurfátakt, það sem við flokkum þetta fátakt var bara millistéttin enn í gamla daga, sko. Já, nákvæmlega. Og þannig að ég vona að sé ekki, sko, samkvæmt mannkynssögunni, þá fer þetta allt í hringi. Við förum alltaf inn í stríðið aftur og aftur og aftur. Kemur smá tími það sem er friður og síðan trillist allt. Og manni finnst einhvern veginn eins og það sé mjög stutt í trillingin núna, einhvern veginn. Maður hefur það einhvern veginn á tilfinningunni. Já, reyndar hefur mér alltaf fundist það alveg bara frá því ég fór að hugsa, sko, að það væri alltaf mjög stutt í þetta, sko. Já. Af því að það er búið að vera að tala svo mikið alls konar, þú veist, pælingar, svona hryllingspælingar, stríð og annað slíkt. Já. Og ég tala um alls konar heimsendiða og ég veit ekki hvað, sko. Ég er búinn að lifa á nokkra heimsenda, samkvæmt skrifuðum einhverju sem hefur verið Já, og sögðu einhverju bara. Já. Þannig ég veit það ekki, sko. Ég vill ekki trúa það. Ég vill að hafa frekar svona jákvæða að trúa á þetta. Já. En þetta er líka svolítið út af því sem er í gangi. Það er allstar í heiminum verið að pressa fólk niður. Já. Þú veist, þeir vilja ekki lönd full af einhverju fólki sem getur hugsað. Nei. Það er að versta sem að yfirvöld hafa, sko. Við lærum það í bankahruninu. Já. Það er það, sko. Það gáir svona rannsóknar blaðamennsku svolítið frjálsan tauminn. Já. Og þá fengum við bara í beinni, bara í hruninu, hvað væri að svindla, hvernig þeir væri að stela úr bönkunum og allt það. Og þeir eru einhvern veginn eins og þú segir, þeir bara, drógu úr menntun eftir það, bara út allan heim, öll vestræn ríki, bara tóku peningana þar á meðal hérna úr á Íslandi líka. Já. Bara við viljum ekki svona mennta fólk, þá sjáum við hvað við elitan erum að gera, sko. Nákvæmlega. Það má ekki vera, skilur. Nei, það má ekki vera fyrir þau. Það verður að vera, og þú veist, halda líðnum góðum samt svona á tánum, þannig að þau rétt meikið það, sko. Jú, öðru hvori getur keypt sér eitthvað sjónvarp, stórt flóðstónan, flatskjá eða eitthvað. Já. Og svona allir svona þokkala hamingi, þú veist, en samt, sko, verðum að treysta á ríkið, þú veist, trúa öllu. Já, eins og þegar eitt frá elitinu kominn á sinni tíma, var það ekki eftir hrunið? Já, þið hafið það nú gott, það er nú flatur skjár hérna komin inn á hvert einasta heimili. Og maður er að vera þakklátt þá. Það var mjög undarlegt þegar hann sagði það, sko. Það er að vera að slá svona rík í augun á okkur, eins og maður segir. Svolítið mikið, sko. Já, þetta er fáránlega sagt. Já. En þetta er, og hefur alltaf verið þannig, elitan er með allt. Já. Við höfum alltaf borgað taxa. Og nú í gamla dag, það var okkur bara slátrað, hengt, en sem betur verið er hættir því nú. En þeir setja okkur í fangilsi núna. Mér fannst hræðilegt til dæmis því ég fattaði eins og ég hélt að ég ætti þessa íbúð. En síðan áttaði ég maður því að ég á aldrei þessa íbúð. Ef ég sleppi því að borga ykkur bara fasteignagjöld,
þá var þessi íbúð tekin af mér. Þá var hún bara boðin upp bara á 0-1. Þannig að hvernig get ég sagt að ég eigi þessa íbúð? Þú átt aldrei neitt. Ríkið á þig alltaf og allt sem þú átt á ríkið. Algjörlega. Alltaf. Algjörlega. Það er bara veruleiki sem við lifum við. Og það er svolítið sorglegur veruleiki. Hann er sá, en samt sem áður sko, leið og fólk gerir sér grein fyrir því að þetta er svona, þá held ég að það verði allt miklu auðveldara ef þú veist af hlutunum sko. Þegar að Eða læra svona allan fyrir einhver, ég veit ekki. Já, þegar að læra að standa saman gegn þessu. Já, Við erum rosa lélegir í því og sérstaklega Íslendingar að mótmæla þegar kemur eitthvað. Við getum aldrei Já, það er helst að vera eitthvað svona við erum feministarnir eru góðir í að gera alltaf brjála og láta þá mótmæla en það verður að vera eitthvað kynjatengt eða eitthvað svoleiðis til að verða almennilega mótmæla. Við getum staðið saman ef það kemur eitthvað náttúruhamfarir, þá stöndum við öll saman. Já, í smá tíma. Eins og klettur og svo er það bara búið. Já, en sko... Já, þá stöndum við saman til þess að hlúa fólkinu sem að þarf að fara frá heimili sínu. Já. En hvað gera aðrir svo, þú veist, fyrir þetta fólk? Já, svo er það. Já. Það er ekki, sko. Það er svona frekar. Við þurfum ekki að horfa nema bara hérna til suðus. Já. Grindavík? Já. Já. Það er svolítið þannig. En ríkið er nú að kaupa þau út núna. Ég veit ekki hvernig það ferlið er að fara. En hvort þið séu ánægði með það eða hvort þið séu að fá full verð fyrir íbúðunar. Ekki Nei, ég held alveg ekki. sko. Þú veist, en það Er þið búin að fylgjast eitthvað með því? Ég aðeins búin að heyra Pínlítið, við sko. tala svona fólk eitthvað, þú veist, en hérna, já, ég veit það ekki, þetta er rosa skrítið eitthvað og líka því að það er náttúrulega að vera til sjóðir þegar verður svona náttúruhamfarir. Já, já. Hvar er þá, þú veist, Það búið að ræna öllu úr og sjóðunum. hvert Var fór það þessi ekki- sjóður? Já, var það ekki hérna sett á laggirnar eftir Súðavík? Ef ég mann rétt, var það ekki, þegar það gerðist þá var settur sér sjóður. Já, Ekki, ég er öruglega að bulla eitthvað en sjóðurum var til, hann var settur saman. Já, hann var Já. settur neyðar- saman Algjörlega. hvort það var Vestmann eða gósið Já. eða Já, það var eitthvað svona hræðilega. eitthvað, ég man ekki alveg hvernig það var sko. En síðan núna þegar átt að nýta sjóðin, það var bara búið að taka allar peningin úr honum. já, einmitt. Maður skilur þetta ekki. En það furðulega er að ef þetta myndi nú gerast í öðru landi, þá þyrfti eitthvað að vera að Standa svara fram fyrir fyrir, já, sjálfsögðu, En á Íslandi, já, ef það kemur á pólitík, þá bara nennum við ekki að pæla í því. Við vitum meira pólitík í Bandaríkjunum, mun meira heldur pólitík á Íslandi. Það er, þú sér það bara samfélagsmiðlum núna, nú er Trump og konan, hvað heitir hún? Kamala. Já, Já. og það eru allir að rífast það. Einhvern veginn á fjölmiðlum hérna, eða bara á síðum hérna. Indislegt alveg sko. Þetta er það besta sem að getur gerst fyrir ákveðin aðeila Fyrir elítuna. að öll aðtikli fari eitthvað ákveðið. annað, Já. Eins og ég hef alltaf sagt að þau stjórna yngu, þetta er allt sjónaspil bara Nei. til að Já. slá ríki í augun á almenningi. já, Það er bara, þú veist, ef þingið og þessi flokkar getur valið almennilegt fólk og það væri einhver einn sem myndi stjórna Bandaríkjunum, þá myndi þau velja einhvern almennilegan. Í staðin er þetta bara, hvernig getum við látið almenning rífast? Við bara setjum Trump hérna og setjum hana hérna á móti og síðan bara þurfum við að egna fólkinu upp á móti hver öðru og þá fer all orkan í það og meðan eru þau að stela trilljónum hana. Já. En það skrýtna er að þetta gerist líka á Íslandi og ég hef verið að tala það við vini mína og þeir, að því þetta er á Íslandi þá, nei, svona hlutir gerast ekki á Íslandi, það er bara, okkur heldur þetta gerist bara annar staðar í veröldinni að það séu mútur og þingmenn stela peningum, bara hvernig þetta er í huga, það geta ekki gerst hérna. Já, nákvæmlega. Það er Já, þetta gerist hérna sko. Já, bara þar sem er fólk, þar er spilling. Það er það sem ég hef alltaf sagt. Já. Það þarf svona utan á komandi afl einhvern veginn til að fylgjast með hvað sem það er. Og við þurfum síðan almenningur að fá aðgang að því afli, skilur, eða hvort sem það er verið að fylgjast með lögreglu eða þinginu eða eitthvað svoleiðis, þá þarf það svolítið að vera bara upp á borðinu. Það þarf að vera stofnun sem bara tekur allt og gerir aðgengi fyrir almenning að því. Þannig að við almenningu getur farið og það er eiginlega eina leiðin til að kerfi gangi upp. það gerist aldrei, Það þyrfti að vera. glemdu því, Það þyrfti að vera. Það er eina stjórnarkerfi sem getur gengið samt upp. er þetta okkar peningar, Já, þeir líti ekki á það þannig. Nei. Meina, þeir eiga okkur, við vorum að ræða Já, og þeir eiga þessa íbúð og þeir eiga allt
og síðan er þetta ekki bara svolítið fjölskyldu business þingi á Íslandi, ég meina afi Bjarnar Ben sem hétt Bjarni Ben, hann var þarna þingmaður og nú er barnabannið þarna, þannig að er þetta ekki bara family business hérna að reka landið og við erum bara eitt stórt fyrirtæki? Jú, þetta er mikið þannig, þetta eru nokkra fjölskyldur sem aðráða þessu öllu saman hérna. Já, hafa gert svo hleypa einhverjum öðru kórum. Já, sem er sammálaðin. En þú ert tekin alltaf, ef þú kemur á þingskilur, þá ertu tekin inn í bakherbyggi heila þeim. Og þú, kallið minn, svona er þetta bara, þú með þínar fallegu hugmyndir, þú glemdu því, jú, við getum rettað þessu kannski, en svona hefur þetta verið og svona mun það vera. Já, það var mín skoðun. Já, ég er alveg vissum að þetta sé svona, þingi eru þetta bara fyrir mér blekking, það er bara fyrir almenningin, en það sem allt er ákveð, það er í ráðherrabústaðinum á Tjarnargötunni og þar sitja og drekka rauðvín og ræða hvernig málin er að vera og þegar þú ert komin þar þá held ég að flokkar skipti litlu máli, flokkar eru bara eitthvað fyrir okkur til að rífast síðan sitjast þeir þarna og þetta var nú flott þarna í pontunni, nú gerðu þú allt og vitlaust þarna, fengu smá svona innlit í þetta, hvað hétta þarna þegar að þeir gerðu sig að fíblum þarna á barnum. Já, þegar hún tók upp þarna gælan. Já, Bára, það var þá fengum við svona smá að heyra hvernig þið tala en þetta eru þetta bara eins og ég kalla hákallar þú þarft líka að vera það til að komast þarna þú þarft að vera rugglaður í hausnum alveg trublaður og þvílíku metnaður þetta er ekkit auðvelt að komast þarna og vinna fyrir þessu þú verður að berjast við alla hina hákallana þetta er alveg svona special breed af fólki einhvern veginn en þetta eru fluggáfaðir einstaklingar Já, það vandrar ekki þannig að þeir vita alveg hvernig þeir eru að sína sig fyrir almúanum en síðan þegar þeir eru í lokuðu partíunum þá gaf Bára okkur aðeins upp en síðan er almenningur þannig það er bara, það eru bara þessir örfæði gaurar þetta gerist ekki með hina þingmennina sem eru auðvitað bara vitlaust þetta eru auðvitað bara algjört bull, græða á daginn og grilla á kvöldin og það er ekki eitthvað eins og leiðis síðan sögðu þetta Já, gæti passað á eitt stórt partí en við breytum þessu ekki meðan við stöndum ekki saman og við þurfum að fá einhvern veginn femministina, nú eru þeir búin að fara í jafnréttin og trillast þar og fá alltaf til að mótmæla þar og síðan eru búin að fara í innflytjunar og trillast þar og mótmæla þar hvernig getum við fengið feministina til að fara í pólitíkina? Var Hildur ráðin inn í pólitíkina svo þau myndi ekki gera það? Var þetta sniðugt hjá pólitíkinni? Við veitum hver Hildur Lillidalega er, ekki? Já, bara aðeins svona, ég veit það ekki. Sáu þeir ekki bara koma, bara svona, herru, við þurfum að fá þessa manneski hérna inn í ráðhúsi hérna, gerum hana að verkefnastýru, svo hún fari nú ekki að hjóla í okkur hérna pólitíkurna næst eða eitthvað. Já, var hún ekki ráðin út af því? Því að það er allir að spá í okkur og hún var ráðin, en er það ekki bara eina ástæðan? Já, bara til þess að halda aðeins svona... Haldinni frá hinn og hún er hérna sko. Já, bara svona... Taka niður í vegginn. Já, bara verðt einn af okkur og þá ræðst ekki á okkur. Óttu safe. Já, ég myndi að halda það. Það gæti verið. Við þurfum að stóna flokk, Jón. Já, ekki spurning. Það ekki? Já. Eitthvað nýtt stjórnmálaaflina. Já. En hvað, vil ég gefa upp hvað það ætlaði að kjósa í næstu kostingum? Nei, ég bara ég myndi segja að ég vissi það. Já, það? Já. Ég er volið hlindur af Ingu þessa dagina, flokkur fólksins. Já, þegar þú talar um hana, þá er ég að segja, já, okkur ekki. Hún er eina svona sem er svona segja allavega eitthvað. Okkur ekki gefa henni alveg séns á að fá aðeins meiri kaup. Já. Þú veist eins og hinnir. Hvað verður úr því, veit ég síðan ekkert en hinnir eru búin að sitja allt og lengi, hvað sem er. Allt og lengi og ég held að þeir séu líka hluta hákallunni. Ég held að Inga sé svona meira að okkur en síðan var þetta á eina manneskja sem hefur komist að inn á þing sem er svolítið svona líkari okkur heldur en hinnum. Já. En ég held að Davíð, varst ekki þú sem benti mér á það að væri svo erfitt fyrir almenning eða veist venjulega manneskja að koma að inn eins og sá sem var að mótmæla, hvað hétt hann Sturla, var það ekki? Já, það er hann vörubílstjórinn sem bauðst til forseta. Já, sem fyrir forsetaframboð hann. Já, sem sagði alltaf standa upp í þingmönnunum. Já. Og Íslendingar voru ekki nei, herðu, við viljum ekki einhver standa upp í þingmönnunum, okkur vantar einhver svona almennilegan forseta. Já, þetta er, já, þú bendur mér á þetta og mér finnst þetta einmitt mjög gott hjá þér að þú bendur mér á þetta, ég hef ekki pælt í þessu á þér, en þá, við erum bara svo vönði að láta vaða yfir okkur. Þannig að við veljum þessar týpur sem vaði yfir okkur enn og aftur og skattleggja okkur og við sjáum það í jakkautunum, þeir eru búin að læra þessa hegðun, síðan kemur svona einn af okkur eins og vörubílstjórinn Sturla og bara, herru, ég ætla að vera maðurinn ykkar og við öll bara, herru, þú ert ekki í jakkautum og gerum bara grín á honum
sem hann hefði geta breytt einhverju, hefði við verið við baki á honum. Og þetta aðeins rist upp í systeminu. Alveg 100%. Já. En í staðinn þá veljum við bara jakkafita villisíkana aftur. Já, það alltaf aftur og aftur. Alveg sama. Svo meðvirk. Við erum rosalega meðvirk. Þó okkur finnst við ekki vera meðvirk, erum við meðvirk. Nei. Jú, ætlum að kjósi hann bara ekki. Já, ekki, flokkur fólksins. Já. Ég veit það bara ekki. Mér finnst bara einhvern veginn, ég er alltaf í vesinu með hvað ég á að kjósa vegna sem mér finnst allir vera með svo mikið lofórð og svo fallegt og alltaf gera svo mikið. Og svo bara allt í einu kausi einhvern og byrju hvað þetta sem hann ætlaði að gera. Þetta er bara eins þá og ég var var að það komin segja. inn í herbergi og heila þóan. Svona er þetta. Ég bara guttir þetta. Þess vegna segi ég það, ég meina fínt fyrir Ingu að hún komist aðeins á þingskilu og hennar fólk og þau fá aðeins fara að kaup. Já. Þau gera kannski eitthvað pínlítið öðru síg. Hvernig getum við vakið upp einhvern veginn svona almenning með því að hafa meiri áhuga á pólitík? Hvernig er það hægt á íslenskri pólitík? Vá, góð spurning. Já, þetta er neitt mjög góð spurning og væri, já, það mætti aðeins stúdera þetta. Það er alltaf til leiðir, sko. Já. Ég hef einhvern veginn aldrei haft áhuga á pólitík. Þetta er allt sama kjöttkassan. Já. En það er svona komistur upp með þetta, því almenningur hefur einhvern áhuga á þessu. Maður byrjar að tala um pólitík við fólk eða þá einhvern veginn bara svona, ég nenni ekki að tala um þetta, farinn bara, það kemur bara þannig, en síðan minnist maður á Trump og þá bara, já maður, lóla. Þá er allt villast einhvern veginn, en íslensk pólitík, það er ekki hægt, sko. Það er reyndar líka eitt með pólitík og svoleiðis í löndum og svoleiðis. En á Íslandi þá er þetta með ráðuneyti, við erum fjármálaráðuneyti, menntamálaráðuneyti. Hversu mikið af fólki vinnur í þessu ráðuneytisstörfum og hversu oft er því skipt Þannig þótt að komi Inga fái 50% atkvæða og hún tekur yfir þinginu. Þá eru allir ráðuneytin ennþá með sama fólki sem búið að starfa þarna í 20 ár og þau sjáum flesta vinnuna að reka ríkið. Já, þess að segja, það breytist raunur kannski ekki mikið. Nei. Þú veist, þó að hún vilji eitthvað. Já. Það þarf einhverja gríðarlega uppreisn, held ég. Maður held að myndi eitthvað breytast þarna 2008 með hruninu. Já, þegar við vorum að mótmæla þar, en já, og það var nú mótmælt, sko, algjörlega. Það var mótmælt. Ég man nú einu sinni eftir því, ég var nú einhvern tíma að kalla fyrir sýslumann hérna rétt fyrir hrunið, út af einhverju sem ég skuldaði, sko. Já. Og þá sat ég frammi í biðsalinn og þar voru 2 business-skaurar einmitt að fara líka, tala við sýslumann, sem skuld. Og þeir töluðu það að nú væri besti tíminn til þess að kaupa upp og fjárfesta og aðeins að braska, sko. Í hruninu? Já. Já. Þetta væri bara gull tími, sko. Já, þeir gera það allir. Það er sagt alltaf í hverju hrunni að koma nýjir billjónamæringar. Já, það er bara þannig, sko. Já, þá eru þeir sem eiga einhvern smá pening og finna einhverja leiðir. Eins og bara við sjáum með leigufélögin. Það er nú eitthvað búin að maka krókin heldur betur á því, sko. Og það er nú enn eitt hérna sem við ættum nú að mótmæla og trillast yfir almenningur, sko. Já, þar mætti sko trillast. Já, þeir voru þetta bankanir lofuðu þessu frábæru lánum sem þeir vissi alveg hvað það verið að gera, sem voru 100% lánin sem voru í boði og töluðu ekkert almennilega vextina og síðan voru þessi erlend lán, ég veit nú ekki á hverju bankar voru að mæla með því, sko, en það voru örugglega bara svo myndi missa eignina þína og ríki myndi fá það, þetta var bara samspil býst ég við, sko, og almenningur er bara það góður að þeir sjá ekki gegnum þetta. Ég er nú búinn að sjá vera á þeim partið lífsins að sem ég hef séð mannlegt eðli upp á sitt versta og verið þar mjög lengi og séð hvað mannfólk getur gert. Mannfólk getur verið anstíkilegt. Þannig að, en síðan eftir að ég kom hérna hinum með við línuna svo kallað og fór að læra, þá tók ég eftir að almenningur er mjög barnalegu með þetta að gera, að þeir einhvern veginn svona lifa svolítið í Disney veröld, það sem allir eru góðir. Disney veröld, já. Já, vilja ljúga því að sér og vilja ekki trúa að það sést eitt stórt plott í gangi að taka húsin af 1000 manns. Nei, það trúir því ekki, sko. Nei, það vil ekki trúa það, sko. Nei. En síðan sjáum við nú bara þessi lán sem eru núna, sem voru óverðtryggðu lánin. Bankinn var að bjóða þetta, en þeir voru ekkert að segja að eftir 3 ár hafa allt í einu koma þvílíkir vextir sem er að gera núna. Nú er fólk að missa eignina sína út af þessu. Að borga 100 skall á mánuði, síðan allt í einu 3 ári setna út af smáletrinu og hafa með að breyta vextunum og nú er þetta að borga 500 skall á mánuði allt í hennu. Hækkar svo mikið. Já, það er ekki að fara þá í hvað fristingu eða endurfjármögnun? Endurfjármögnun, svo er allir í endurfjármögnun. Já, það er að gera það, fara yfir í
verðtryggðulánin þá aftur það fara í lengri með fleiri árafjölda. Já, þetta ekki nema gróði fyrir bankana. Nei, ég veit það. Og þegar ég settist þarna fyrir 2-3 ári síðan og bankinn bauð mér þetta, já, við erum með frábær láni hérna, viltu breyta verðtryggða láninu sem skuldar ekki nema 15 milljónir af lengur, skilur við, búin að keypti hérna 2009, sko. Nei, 2002 fyrir ekki. Já. Og þegar bankinn, ég vissi það bara strax, það er skítalegt að þessu, bankinn ekki að fara að bjóða mér eitthvað. Sem þér í hag. Já, sem mér í hag. Og þeir tapa á. Aldrei gert það. Það bara ekki glæta, það eitthvað catch við þetta og sem að koma núna. En því miður, það eins og ég segi, fólk það gleypti við þessu, já, það frábært að þessi að bjóða með þetta maður og síðan það að standa í ströngu eða taka nýtt verðtryggt lán núna sem bankinn alveg mógraðir á, sko. Rándist að taka lán, við sko. að margir tóku síðan aðeins meira. Aukalega, sko. Aðeins til þess að geta keypt Fyrir eitthvað meira nýjan bíl, stöff. skilur. Eitthvað. Skiptum eldursunding og svona. Já. Þetta bara, fólk eru átt að segja, bankinn ekki í almenningsþágu. Þetta gróðafyrirtæki og það sem ábyrgð þín sem stjórnarformaður eða bara einn á toppum bankans að finna leiðir fyrir bankan til að græða meira. Og það eina sem það snýst þegar þú ert að stjórna bankanum. Þeir munu aldrei vinna fyrir þig. Þeir hugsa bara hvernig get ég grætt á þér sem viðskiptavinur bankans. Og almenningur þarf að átta sig á því að það einu sem stofnunin gerir. Hún mun aldrei vinna fyrir þig. Nei, aldrei. Það nú málið og þú verður, ef þú átt einhvern pening og þarft að leggja hann inn í banka, þú getur ekki geymt hann heima og fara út í búð og keypt fyrir hann. Nei. Þú getur ekkert keyptir, þá er skatturinn kominn eða eitthvað, skilur. Þannig að þetta svo óréttlátt. Þetta óréttlátt, maður pælir í. Þetta minn peningur sem ég að fá fyrir vinnunum mína. Já. En nú eru bankarnir orðnir alveg grói líka með, núna bara geta það frist peningana en ef þú gefur ekki upp, sko, ef þú ert að leggja 300 skall, þá þarfstu bara að fylla út blað hérna út af nýju lögunum. Þetta finnst mér rosalegt. Ekki einhver hryðverka? Jú, peningaþvætti og hryðverka lög hérna sem við settum. Þetta bara eitt enn svona... Til að fylgjast með. Já. Og bara setja í hólf. Vera að setja okkur niður, sko. En það versta sko að, mér finnst það hræðileg þróun, að við erum að breyta peningunum okkar í digital miðil, gjaldmiðil og við erum að taka peningana út. Mér finnst þetta skelfileg þróun. Mjög hættulega, því að með þessu, við sáum í Kanada, þá í COVID-mótmælunum, þá komu vörubílstjórarnir saman og voru að mótmæla og vildu vinna áfram og mikið af fólki kom með þeim og mótmældi með þeim í Kanada. Og það sem þeir gerðu og þar digital peningar lengra komnir heldur en í Íslandi þannig að þeir fristu alla reikningana þeirra þeir sem voru að mótmæla bara ef þeir sáu því í mótmælum fristuður alla bankareikningana þeirra og allar eiguna þeirra og ekki nóg með það heldur ef þú hefði lagt inn pening það voru með síðu styðju mótmælin í Kanada og það hefur lagt inn pening til að styðja þessi mótmæli að fristuðu reikningana þína líka. Þetta fáralegt vald sem þið fá og ef það ekki bréfpeningar þá bara hefðu það ekki að fristuðu allt bara sem það átt. Til þessi leikunni gerður? Þetta fasismi í vesturmynd, sko. Alveg. Þetta ekki Hitler var ánægður í dag, sko. Hann var mjög ánægður með Kanada í dag, sko. Það eru alveg orðnir ruglaðir í Kanada, sko. Man hélt alltaf að Kanada hefur alltaf verið í einhvern veginn hausnum á manni sem svolítið frjálslegt land og skemmtilegt land. Það sko ekki lengur. Og nýju lögin sem voru að setja þarna, nú komnið mikið eins og að gerast í heiminum og ég bara gamall hundur, ég skil ekki alveg þess að öfgaði því. Það öll þessi kyn. Og ef þú barn í Kanada núna, eftir þessi lög eru komin í gegn og barnið þetta bara segjum 7 ára eða 8 ára og segir bara, ég stelpa og þá á það að fara hormóna með þeir bara strax þá og ef þú sem foreldri segir nei við þá getur yfirvöldin bara tekið barnið að þeir í Kanada í dag. Það finnst mér sturlun, sko. Það bara... Þetta vissi ég ekki. Nei, þetta eru ný lög í Kanada, það sem búið að keyra þarna í gegn. Þeir eru alveg að missa sig í rugluna. Þannig að þú ræður þannig ekki í barninu, það þeir sem ráði við. Ríki á barnið þitt. Og þeir ráða yfir þessu og ef þú ferði ekki að þessu lögum þá bara barnið tekið að þér. Kanada ekki skemmtilegt land lengur. Nei. Þetta bara hvert einasta land sem tekur völdin svona úr höndum og foreldra sinna og mér finnst það bara sturlun. Það bara bilun
auðvitað á fylgjast með börnum og Já, það er enginn að tala um það. nei, en þegar að fara út í svona öfga það er eitthvað að sko. Stjórnunarhættunum en þeir samt ekki það Já, þetta vilja að fá allstað hérna yfir vestræna heiminn sko. Þetta er já, og megum alveg búast við því sko. til þess að geta stjórna okkur betur. Já, það er ég nenni nú ekki að fút í þessu umræðu með all kynin ennþá en það nenni ekki að Nei. fá þann hóp hérna til að rífast mig. Ég ætla að koma allavega nokkru þáttum inn áður en ég fyrir að tala um það áður en ég verð cancelaður. Já. En þetta er skemmtilegt sko. Já, mikið í gangi í heiminum. Það er nú Fullt af, eins og við segjum, slæmum hlutum, en hellingur og góðum líka. Og náttúrulega ef við mannfólki gætum aðeins staðið saman, sko. Það væri náttúrulega magnað. Kannski til leið til þess að gera það. Já, við verðum svona að minna okkur á það að nú erum við bara búin að vera típiska mannverur að vera velt okkur aðeins úr neikvæðum hliðum í þessu, en það er það sem við gerum. En sko, nú er það alveg stólu úr mér það sem ég ætlaði að segja við elskunni. Jú, við ætlaði að minna okkur á það að sko, fólk segir oft, ég hef verið til í vera uppi í gamla daga. Já, nákvæmlega. Ég skil þetta ekki. Við verðum að minna okkur á, við erum að lifa bestu tíma sem mannkyni hefur mögulega að lifa. Já. Það hefur aldrei verið jafn gott að vera á lífi eins og í dag. Með öll fríðindin, með öll velferðarkerfin, með, þú veist, í gamla daga ef þú misti vinnuna eða bara varst aðeins undir í lífinu, þá bara dóstu. Ástu við einskins von. Já, það var ekki fjölskylda að hjálpa þér. Já. Það áttur ekki fyrir mat og þá bara dóstu, þá fekkst ekkert að borða. Núna erum við með hjálparæðisir og við erum með alls konar stuðningsprógram og þetta eru frábær tími til að vera lifandi. Já, ég skil ekkert í þessu fólki heldur sem er að tala um svona eitthvað rómatík, gamla sveita rómatík og hamingju og ég veit ekki hvað þá hefur farið aftur í víkingatíman. Já. Skiluru, og ég veldi að þetta væri gott að fá þetta aftur sko. Nei. Ég horfði mjög skemmtilega þætti hérna einhvern tímann á YouTube, Trúin að moldina, eða þjóð í hlekkjum hugafars. Já. Og það sem að þetta er ekki vel gert en sögurnar, kvikmyndalega séð, en sögurnar þarna inni eru magnaðar sko. Það rústar gaurinn algjörlega þessu sveita romantíkinni. Já, ekki. Og svo þetta held ég að verið sýnt sko í sjónvarpinu 90 og eitthvað 6 og svo var umræðið þáttur þættina eftir á og þar voru samankomin einhver formaður bændastétta og einhver sem var í prestastéttinni og þeir gjörsamlega rúluðu yfir hann sko. Af því að hann kom með svo opbóðslega frekar slæma sögur. Kom með sannleikan. Manstu hvað að þessu sögum? Sko, nei, ég man bara að þetta er algjör uppjóður. Þú veist, hérna, en ég mæli með því, sko, Trúin að moldina, þetta er á YouTube. Já. Og hérna, þjóð í hlekkjum hugafars. Já, þar hafið þið það. Þetta er geggjað, sko. Já. Það er að gera þetta. Maður heyrir þetta svo rosalótt og ég mitt fer alltaf, ok, hvað var það sem þú ert að sækjast eftir? Já, nákvæmlega. Það var bara allt betra og fólk... Ekki símar og ekki tölvur og allt þetta. Nei, ég meina, ef þú varst kona, því ég heyri þetta oftast frá konum sem segja þetta. Já, það er skrifin. Og ég er alltaf að segja, já, þarna var þetta, þú varst bara lamin. Og það var ekkert sem hún kannski gert í því. Það voru eiginlega engin mannréttindi, þú veist, og það var engin sem stóð upp fyrir nema þú ætti kannski fjölskyldu. Og síðan ef þú fórst eitthvað bara inn í vittlist húsasund, þá var þetta bara nauðgað. Nákvæmlega. Þannig að hvernig, okkur viltu búa á þeim tíma sem þú þarft eiginlega, þegar þú fer út úr húsi, þá þarfst að vera með kallmann við hliðina þér af því að það er svo lítil lög og regla. Veist, það er ekkert rómantískt við það. Nei, og bara fara illa með konur. Ég meina bara hent út vinnukonur sem voru óléttar eftir prestin jafnvel eða bóndan, bara hent út. Já. Þú veist. Já, það er... En maður heyri líka í dag sko, ég heyri alveg að því ég er búin að vera að kenna í rúm 20 ára, það kemur einn og einn kennar sem segir, ég vildi þetta væri eins og þegar við vorum í skóla. Við vorum í skóla og svo æsla ég sagði bara, vildir það virkilega? Kannski er þetta kona sem var ekki með mér í skóla eða kennari. Nei. Já, ég vildi það var ekki verið að henda, þú veist, að börnum voru ekki óþekk og ég heit ekki bla 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 bla, nú bara er ekki hægt að fá börn til þess að læra og ég segi bara,
Já, ég ekki vil hafa þetta eins og ég verið í skóla. Ég meni, ég fætt 64. Ég man eftir kennaraprikkjun á puttana. Þú veist, ég myndi það er ofbeldi í mínum huga. Já, það er ekkert annað en ofbeldi og þá segja viðkomandi, þetta var ekki svona í mínu skóla, ég segi bara halló, þetta var svona í öllum skólum á þessu tíma. Ég man það að maður forðaðist, ég var nú hérna í dýrnarskóla einna fyrir von. Já. Maður forðaðist að sitja alveg við kennaraborðið. Greiði sá sem að rendi þar, hann var vilt brotið á hún stikan sko, á hausnum á hún. Úff. Og kennara lögðu bara í einelti, það var bara þannig. Þess að ég ólst upp og var í skóla, það var bara hræðilegt. Já, það var sko, það var nú ennþá í minni tíð. Að kennara lögðu einelti. Já, ég lenti í Þingolsskóla að það var stærðfræðikennarinn Gerður og hún var vel liðin hjá öllum en þá greinlega ef maður minnist á Gerði þá fara allir að brosa en hún settist á borðið mitt og gerði grín að mér. Eigu annara. Já, þá þetta hlóðu allir sko í kring og það er kannski þess vegna, já, hún var svo fyndin. En okkur var að fyndin, fólk verðist ekki muna það. Það þinn kostnað. Já, ég man alveg vel eftir þessum degi, en það mætti ég ekki aftur eftir þetta. Það var bara, en ég sko, það sem hún var að gera grínað er að ég var sendur í sveit og síðan og það í nokkur ár, og síðan kem ég aftur í bæinn og það er allt annan námsefni í sveitinni og síðan kem ég í bæinn þá eru þau komin langt og undan hérna í bænum og það var aldrei syngað saman hjá mér. Og ég var þetta bara lítið barn ennþá og ég hélt að ég væri svona heimskur en nú er ég búinn að skoða þetta og áttum á því að þetta voru 2 mismunandi námsefni. Ég kom bara á hverju kunna krakkarnir deilingadæmi. Þú veist, það var ekkert kennt í sveitinni. Þannig ég ákvaði bara, þarna hætti ég bara að mæta í skólan. Ég bara svona, og var lent í aðkasti á hinum krökkunum sko, en síðan reyndi ég að fara í skólan aftur og það var í Þingó. Og þá man ég eftir að hún var að gera grín að mér hérna og settist á borðið og láta alla hlæja mér. Þannig að þetta þekktist alveg minni til líka, sko. En síðan, já, fór ég bara aðra leið í lífinu og ég hef ekki ennþá þurft að nota algebru, en það er nú reyndar með það að það er nú allir, bara svo ég segi það, og við erum nú að mér er svo gaman að því að það er allir að pæli ennþá daginn í dag, okkur kendi þér algebru í skóla. Það sem fólk áttar sig ekki á og þetta er mér finnst leiðilegt að hafa mist af þessu í skólanum. Það sem þú lærir í skóla er að læra að læra. Já. Það er ekki námsefni að læra algebruna. Heldur er algebran bara til að þjálfa heila þinn fyrir það sem koma skal. Já, þannig að þú bara, það er eiginlega tilgangurinn hjá skólunum. Þeir reyna að kenna þér eins mikið að námsefni að gera, svo þú lærir bara að læra og þá verður mun auðveldra fyrir því í framtíðin að takast á við öll verkefni. Og þú getur alltaf lært allt sem þú ert að læra eitthvað ákveðið, eins og ég segi krakkarna, þú ert að, við erum að setja inn, leggja inn og svo bara, já, manst eftir að setja, já, hún sagði þetta, þú ert ekki að læra utan bókanni. Þú ert bara að læra á, bara til að nota eitthvað í lífinu. Algjörlega. Af þessu dóti. Já, það er bara svona verkfæri sem við verðum gefið í lífið. Herðu, en út í aðra sálma heldur en skólagöngu og pólitík, ég hef nú einstaklega gaman af samsæriskenningum. Já. Og áðurum við förum nú að ljúka þessu, ánalgaði mér nú að vita hvort þið væri nú með eitthvað skemmtilega samsæriskenningu fyrir mig sem viljið segja mér Er eitthvað sem eitthvað dettur í hug? Ég veit það ekki, ég er nú búinn að hlusta á svo marga með alls konar samsæriskenningar og ég veit það ekki, en í mörgum af þessum kenningum, það er alltaf einhver sannleikur á bakvið þetta, þú veist, hér og þar. En hversu mikið ég veit ekki. Það er heiði ímisleiti sérstaklega saman til COVID og ef við fyrir þangað, skilum. Já, við getum farið þangað. Ég er ekki sérstaklega hrifinn af þín þetta en hérna. það var ekki sérstakur tími, ekki það að ekkert góðu tími en á samaskapi var þetta mjög góðu tími í öðrum hlutum fyrir mig, sko. Ok. Og en það er alveg annar þáttur, sko. Sem verður alveg vonandi fljótlega bara aftur. Sko, með COVID, ég á nú örugglega eftir að segja þetta í nokkru þáttum hérna, en COVID, sko, ég misti svolítið trúna á mannkyninu þar. Já. Ég vissi ekki, þú veist, maður spáði oft í hvernig gat Hitler fengið almenning til að fara svona rosalega á móti gyðingunum. Hvernig var það hægt? Og síðan sá maður
almenningi COVID, hvað hann snerist rosalega fljótt gegn þeim sem vildi ekki bólusetja sig. Já. Já, gegn sjálfum sér. Það er besta meðalið, sko. Já, það var rosalega að sjá það, sko. Ég er óbólusettur og vildi ekki taka þátt í. Ég hef aldrei verið bólusetningar með þessar krakka bólusetningar, skilurðu. En þetta, ég bara las nú mikið þetta. Þetta bara, nei, ég ætla ekki að taka þátt í þessu. Þú veist, við höfum enga langvarandi reynslu á þessu bóluefnum. Þau voru bara keyrð í gegn og á stöðnum tíma af fyrirtækjum sem eru bara búin að kúka upp á bak aftur og aftur, ljúga niðurstöður á öðrum efnum, að búið að kæra þau og þau mál hafa verið unnin í dómstólum aftur og aftur og þau hafa þurft að borga sektir fyrir svona svínaskap. Samt fá þeir hennan kontrakt. Já, þannig að ég var ekki hrifinn af þessu. Nei. En síðan sá ég almenning bara vera að skrifa á neti sérstaklega bara, þið eru vandamálin, helvítin ykkar, það ætti að setja ykkur öll hérna óbólusettu ógeðin ykkar á einhvern afskekktan stað þar sem þið getur bara fengið COVID og dáið þar saman og maður var bara, wow, bara, og síðan maður hugsaði mitt, það er býtunum við, það er búið að segja við ykkur að þessi bólusetning er 99% vörn hérna bara gegn COVID og síðan lækkuðu það niður og síðan lækkuðu það niður og síðan að það færðu COVID það ekki vörn lengur, heldur það til að draga úr einkennunum. Þeir eru alltaf að breyta þessu, þú veist, og maður hugsaði hversu mikið ætlaði að láta ljúga að ykkur. Það var logið að ykkur og sem var logið aftur að ykkur og aftur að ykkur og þið ætlaði samt að gleypa, og þetta er sannleikurinn núna. Já. Þú veist, mér fannst ótrúlega hvað var hægt að heila þó almenning léttilega með þessu lyfum og þeir gleyptu bara hverja lygin er. Og síðan bara hvernig var þetta að snúa maður kom hann að Fauci sem er nú búin að vera fyrir dómstólum núna og er búin að koma margt slemt þarna upp á borðið þessa hengni. Hann kemur út á sóttvarnalæknir Bandaríkjanna, kemur og segir hluti og síðan dreifist það bara út um allt og síðan urðu sóttvarnalæknir á Íslandi til dæmis að segja eitthvað og ég man eftir að hann var til dæmis að segja já, þessi veira, hún dreifist ekki í loftinu, þetta dreifist bara með snertingum og voru bara talandi úr raskatinn á sér. Þannig að, og síðan, hún dreifist í loftinu og maður var eitthvað nefn bara á ég að trúa það núna eða, þú veist, þetta, ég skildi ekki hvað almenningur hann gleypti bara hverju sem sko, og síðan snýrist það gegn óbólusettum og þá hugsaði ég bara, svona hefur nasismin gert þetta á sínum tíma. Og þetta er bara að mínu viti ein hliðinni viðbót til þess að kontróla yfir okkur, sko. Já. Og þarna sá maður hvað er auðvelt að stjórna okkur. Algjörlega. Setur bara smá ótta í fólkið og síðan bullar nóg í því og fær síðan fólkið til að snúa skegg sjálfu sér og þá verður allir bara, já, það er rétt hjá mig, ég þarf að vera með í þessu hérna Já, bara pressa. Já, ekkert annað en pressa. Mjög mikil pressa. Þetta var ógeðslegt, það bara fólk var bara, ef þú vilt vinna hérna, þá ertu að vera bólusettur, ef þú vilt ferðast, þá ertu að vera bólusettur. Og maður ætla ekki að fara að hanga heim, maður ætla ekki að missa vinnuna og ekki að fara að hanga heim alltaf á Íslandi, skilur. Já, þetta var bara, þú varst bara nettur í þetta. Eina sem ég sé eftir í lífinu, það er að fara í bólusetningu. Já, það er bara þannig, eina sem ég sé eftir. Ég er alveg bara skemmt eftir það, sko. Já, það er rosalega margir, þetta bara er rosalega ógeðslegt. Fólk talar ekki nógu þetta. Ég reyna að tala lítið þetta út að ég verð svo reið. Já. Heldur að það sé aðal ástæðan fyrir að fólk sé ekki að tala þetta í dag? Gæti verið, fólk hefur ekki orku í það því að þessi bólusetningar drógu orku úr fólki í rauninni. Það hlýtur að þú færið eitthvað efni í þeir sem að ekki búið að rannsaka, það tekur langa tíma að rannsaka bóluefni. Já. En þetta kom bara svona 0-1 og átti bara allra meina bót og það lítur þetta að skemmi eitthvað. Þið veit ekkert hvað er að setja í okkur. Við veit það ekki. Ég hugmyndu það. Nei, það er öll bólusetning, ég man ekki Davíð, getur við flétt upp hvað bólusetning þarf að taka langa tíma til að vera samþykkt? Er það ekki alveg 12 ári? Ég held að segja 12-16 ári eitthvað, sko. Þetta er eitthvað svo leið, sko. Þetta var keyrt í gegn hvað, 1 ári eða eitthvað svo leiðist? En ég er inn á svona grúppu, fór inn á grúppu hérna, ekki langt síðan að því eitthvað svona aukaverkanir af bólusetningu, bara svona forvitin að sjá þetta og þar ég passa mig á að vera ekki hér inn en ég var aðeins fyrst í byrjun. Reynda kom gott út úr því að því maður er ráðlegt að taka eitthvað ákveðið vítamín. En vá, þetta er þess að fólk er að segja þetta er bara, þú veist, þetta er bara, þú veist, ég sé bara mig hann í sumum, sko, persónum sem er tala. Þú veist, allir með saman vandamál, ég er búin að vera að því ég syndi mikið, búin að fara í heitu pottina, þá heyrir maður fólk vera að tala um þetta og ég bara hugsa, það er bara eins og ég sé að tala, sko, þú veist.
en þetta það sem pirrar mig mest skilur að einhver skuli gefa sér leyfi og skipa mér eiginlega að fá eitthvað bóluefni sem ég verið veik af skilur það er hræðilegt hvers mannvonska er þetta? Manni finnst þess að þeir sleppa bara svo auðvitað við þetta það er ótrúlegt og þið vita að við höfum ekki orku í það að gera eitthvað Nei, og ekki bara sko við sem einstaklingar heldur líka sem þjóð, þú veist Ísland hafði ekkert að segja við gátum ekki sagt neitt við erum undir stóra krabbanum og ef að þið gerir ekki svona að þá bara eru þið bara sett út í horn fá ekki taka þátt þetta er bara þannig sko. þá lokuðu landinu ykkar og geti ekki ferðast til landið okkar sko. og þetta er bara þið fáu ekki fjárstyrk betur, það er svo satt 5-10 ár og oft lengur til að vera viss þessi örugg og virk og þetta var hvað, 1 ár eða eitthvað Nei, valla 1 ár þetta var bara keyrt í gegn og ný tækni ón á það sko. aldrei verið notið á þessi bóluefni þetta er djöfulegt þetta er ég var mjög fauk mest í mig sérstaklega gagnvart mömmu sko að því hún var alltaf lokuð inn á elliheimili og eins og hún sagði við mig sko ég meina við erum öll hér á síðustu metrunum í lífi okkar og vera að halda okkur skilur hvort að við lifum mánuði styttra hvað breytir það? Það er bara sko hún var alltaf tuð yfir þessu þetta var ekki gott en svo voru aðrir sem að ég þekki sem að sögðu þetta var nú bara bull í henni sko það var þetta hræðsla var gríðarleg og þetta var þetta íkt alveg það fólk hefur dáið úr COVID og fólk hefur dáið úr flensu líka sko og rauðhundum og þetta var skrifa sko og þetta fjölmiðlar blésu þetta upp og eru meira sem búin að viðurkenna það þeir gengu allt of hart í þetta og síðan var maður að sjá á netinu myndbönd sem voru klálega sko af fullum líkhúsum og þetta var vídeóspólugæði þetta maður sá alveg, þetta er klálega vídeóspóla, þetta er eitthvað stríð eða eitthvað sem er í gangi og eldgamalt og þess vegna fullt líkhús og þetta var sett undir COVID sko en almenningur keypti þetta bara hafið þið séð hérna fullu líkhúsina bara sástu gæðin, nei það er bara verið slæm upptaka bara heldur það er bara allt í hún hættu með digital upptökun og fórum aftur tilbaka í vídeókameruna en þetta var ekkert við vorum hrætt og síðan voru og núna eru mál í Bandaríkjunum sem verið að kæra spítala í Bandaríkjunum og við fengum mikið að tölum þaðan að ef þú skráðir COVID dauða þá fækstu meiri styrk þannig að spítalar sem eru einkareknir í Bandaríkjunum keftust við að skrá allt sem COVID dauða jafnvel þótt að COVID og búið komast upp mörg mál núna að þú dóst ekki úr COVID en þeir skráðu það sem COVID þannig að tölunum sem við fengum voru ýktar til helvítis og þess vegna var óttinn svo mikill sko og fólk var að deyja úr COVID en eins og við segjum þetta var á lokastígi krabbameins og þú hefur fengið slæmt kvef þá hefur þú dáið sko en þá fengstu COVID og þú dóst og þá kom það í fjölmiðlum dó úr COVID en það stóð ekki að maðurinn hefði verið með krabbameins það er alveg rétt sko en ég held að líka eins og bara í mínu tilviki og það er bara þannig að þú veist ég er orðin 60 og þú lendir á spítala og út eitthvað veikur og hérna bara, og engi veit hvað er að þér og það er farið svolítið svona með okkur eins og þið alveg skýtsama hún er búin að borga skatta og svona og svo bara, þú veist, við getum ekki gert fyrir við veitum ekki hvað er að þér bara fara heim aftur og ég gæti ekki búið heima einu sinni og hann sagði, viltu sterk verkjalið með þér heim þú veist, þetta langaði með öskra en ég gata ekki, ég sagði bara nei, þau ger ekki neitt þú veist, hann get þú veist, fyrir mér var þetta bara svona þú ert að vera 60, líf þitt er að vera búið kortir, getur ekki bara að fara heim og góð verkefli og verið góð verður bara dópist í heima og þetta gleipir einhver við þessu sem sé bara finnst það gott að lifa vel þá var þetta að græða aðeins meira á því skilur aðeins meira í lyfjasystem þetta er alveg hræðilegt þetta finnst mér hræðileg þróun þú veist, eins og núna það er fullt af vinnu minni fyrir en fyrst þú komst inn á þetta, mér finnst þetta eitt af versta meinið í þjóðfélagum í dag, að núna þetta kemur úr heimina sem er mikið af dópistum og ég þekki ennþá mikið af fólki sem er í neyslu og ég er bara einn af þeim sem loka ekki á þá, þótt að ég sé hættur í minni neyslu. En þeir sko er ráðulegja hvor öðrum, þá þú átt að segja við læknirinn til að fá
þessi lyf Já. og sterk lyf, þá bara, heyrðu, þú fer bara og segir þetta og þetta hérna og þeir eru bara Þá búin að færðu. undirbúa ræðuna kunna þetta. og kunna þetta og þannig fá þeir lyfin frá læknunum Já, og og læknadópið. og það er, já, þetta er 20 mínútur hjá geðlækni, þá ertu bara að koma með lyfin. Já. Það er ekki meiri rannsókn á því heldur en það, sko. Nei. Þetta er auðvitað ruglað, þetta er bara styrlað fyrst mér. Já, og, þetta er og sturlað. að þetta skulle alltaf vera fyrsti valmöguleikin í staðin fyrir að við skulum, að því að þetta er bara pakki á kerfið. Já. Þú veist, við þegnar sem borga skatt ætti að fara að heimta aðrar úrlausnir. Já. Það er auðvitað bara að styrkja eitthvað virkar endar komið og það er mjög gott kerfi og það þyrfti fleiri svoleiðis úrlausnir að því að Já. peningarnir sem fari í það að þú getur bara mætti læknis og bara fari heimtíðin með sterk verkjalif og siti þar og síðan verður þú bara auka baggi á Já, kerfinu já, og algjörlega, þvílíku kostar fullt af kostnaðar peningum. alveg Já. en einhvern veginn erum við búin að sætta okkur við að það sé í lagi í staðin fyrir að taka góðan summu af skattpenningum og henda í ykkur kerfi eins og virk og gera fleiri svoleiðis prógram það er það sem við þyrstum frekar heldur en að lyfja fólki Að sjálfsögðu. Já. En ég sagði það við vinkonu mína sem er góði hjúkrunarfræðingur, svipum aldrei og ég, og ég sagði þetta bara venni, ég var svo gáttuð og þá sagði hann, já, því miður, þá bara eru konur, takt eftir, konur, mikið afgreitar svona, því við erum svo ginnkeyptar, já, finnst þú til ég þarf að fá verkefli, sko, þú veist, eða eitthvað, þú veist. Já, var það ekki Rolling Stones sem samt í lag þetta? Mother's Little Helper. Já, What akkurat. a drag it is. Já. Það er, eða hlustið á textan í því lagi, Já. það var verið að syngja töfluna, Mother's Little Helper, það er tablan Já. og Þú veist, ég hef aldrei spáðið þetta en þú segir þetta þá bara, já, auðvitað. lagið er um það. Já, Það er þá bara fatta ég það, sko. húsmóðurinn sem Já. fær töfluna, Mother's Já, Little akkurat. Helper. Þannig að þetta er kannski ekki nýtt að nálinni. Þannig að ég gæti fengið þessa töflu þarna, Já, Mothers, já Mother's Little ef Helper. ég hefði bara verið alveg græn Já, og sagt bara já. já, gott það er að gera það ekki. En það er samt svo skrítið sko þú veist, það er 2024 núna þarna var hvað, 2022 og svo leys, já, 21 og maður er veikur og maður er það mikið veikur þú veist, veikur, það er að koma yfir mann og maður veit ekki af því, þú veist, maður líður út af það er bara í sjúkrabíl maður getur ekki búið einn á meðan, þú veist, svo leys og það var tröppu sem ég var og svo kemur á spítala aftur og aftur og alltaf sendt heim ok, þið eru búið sterkverkjalif ég segi nei, ég þarf að fara bara til hjartasérfræðings já, þá er vandamál að komast að hjá hjartasérfræðing það átti að vera í marga mánuði Það er ekkert grín. þú veist, þannig að ég þurfti að berjast fyrir en ég var ekki samt í standi til þess að berjast fyrir því en ég þurfti samt að gera það Já, og komst að hjá einum, skilur já. en þú veist, þetta er svona fáránlegt Kerfið er svona rugla og þetta er líka sko annað. Það er, ef ég ætla að fara til heimilisvagn núna, já, það er bara 2-3 mánuða að byggja já, hérna. það er bara vaktina frekar, skilur Já, það verður að gera eitthvað þannig, en þá fær ekki persónulega þjónustu. Og núna vantar heimilisvagn til að halda utan þig þessi sjúkling, Já, eins og var í ég veit gamla það. dag. Og þetta er bara, ferli, já, já, búið að svelta kerfið þarna alveg rosalega. Og núna, þá vantar mér kannski eitthvað lyf og ég þarf að fara til heimilisvagnis. Þannig að ég þarf að bíða 2-3 mánuði. eftir líðun sem þú þarft núna Já, væntanlega. eftir núna. Já. Þannig að nú er bara komin svartu markaður út af þessu, þannig að ég get bara farið Já. á götuna og keypt með bara læknalif Já, þar já. og self-medicata mig eins og það kallast góður í íslensku. Og þetta, þú veist, að kerfi skulle vera svona fjársvelt og rugglað, það ítur undir það að svarti markaðurinn er að selja meira af læknalifjum Akkúrat. Sjálfsögðu. og þú veist að, já, og þetta er orsökun af því að það eru svona rosalega mörg ungmenni að deyja í dag Já. sem þurfa kannski þunglitislif eða eitthvað svo liðs en fara þá og kaupa bara deyfilif í staðin í töfluformi Já. og síðan er það nú bara þannig að eins og morfínlif það er ekkert lif í heiminum sem jætt fljótur að mynda þrek við Nei. þú bara byrjar að hálfa í Bara meira og morfíntöflu og síðan ertu bara komin í 6 morfíntöflur og síðan, og þetta er algengustu orsökin að fólk deyr sko og segjum að sérst, já, hættir 6 og þá er heldur ekkert lif eins og morfínskil lif og að sem þú myndar eða þrekið dettur jætt fljótt niður við Já. þannig að síðan ertu kannski edru í 2-3 vikur og þá byrjar á sama skammtið og þú hættir á og það eru 6 töflur í staðan fyrir hálftabla og svo eykst það já, sko það ykst með nú ert, þú byrjar á hálfri Já. og þá ertu Já. svo fljótt að mynda þrek við þessu ertu edru kannski í 3 vikur dettur þrekið niður, byrjar aftur á 6 töflunum, étur það og overdosar já, Og já, deyr. þú meina það, ég já, skil já. þess vegna er svona mikið að fólk eru overdosa og það vantar að tala um þetta þú veist, það ætti bara núna með ungmennin sem eru í pilluáti Já. það ætti að kenna þetta í skólum það bara muniði það að þegar þið verðið edru og byrjið aftur
byrjaði á hálfu töflunni, ekki byrja aftur á 5 Nei. eða 6 töflum. Þú veist, það getur bjargað mjög mörgum mannslífum að segja fólki þetta. En ég held að við séum eiginlega að verða góði hérna með tíman á þættinu núna. En það ekki, er þetta orðið gott spjall? Er eitthvað sem þið viljið bæta við? Nei, bara frábært að koma þetta og hérna vera með ykkur. Já, Bara geggja, sko. Það er yndislegt, sko. Já. Og við hefum ná eftir að fá þið aftur í stólinn. Já, það er nógum að tala, skilur, og ýmsa brautin hægt að fara hinga og þangað allt. Já. Þannig að þetta er bara svona just the beginning. Þetta er bara byrjun, herðu, ég ætla bara að þakka ykkur kærlega fyrir og Takk sem leiðis. bara gangi ykkur sem best í lífinu og megi bara gæfa hann skína á okkur. Ekki spurning. Takk fyrir. Takk. Gangi þér vel. Takk. Bless.